Þú skrifaðir í greininni og spyrð þar, raunverulega áhættulaust að kíkja í pakkan? Hvert stutta svarið við því? Nei, það ekki áhættulaust að mínu dómi. Nei. Og við erum náttúrulega með því að segja við hinn löndin í EES samkomulegum, þar að segja félag okkar eftir megin sem eru Noregur og Liechtenstein, að við erum að segja við þau, við viljum yfirgefa þennan góða félagskap hér og færa okkur yfir í annan stærri, og þá þau hljótu auðvitað að draga sína ráleitanir af því. Og það sem ég að benda á þessari grein það að ef svo fer að Norðmennirnir til dæmi, sem eru náttúrulega langöflugastri í þessu samstarfi eftir megin, ákveða að þeir hafa ekki tíma til þess að bíða eftir okkur á ákveðnum sviðum, eða tel ég að við getum ekki fullkomlega sinnt okkar skildum í þessu samstarfi, að þá gætu þeir farið að einhverju leyti sínar eigin leiðir. Og síðan ef allt siglir í strand, sem að mér finnst nú mjög líklegt, ef það verður já, að þá munu þetta á einhverjum tímapunkti sigli í strand. Annarkvort vegna þess að það næst ekki samkomulag grundvallarmál við Evrópusambandið, eða þá að stjórnarskrámálið á Íslandi til dæmis sem þarf að fara í gegnum, það þarf að breyta stjórnarskráni og það gengur ekki vel fyrir sig, þá getið það strandað á því. En mér finnst líklegt sem sagt að þetta stranda á einhverju tímapunkti, og þá getum við ekki verið viss það hér að það verður bara alltaf óbreytt innan EES, að löndin tvö sem þær eru með okkur, að þau bara sitja og bíði og sjá hvernig Íslendingunum gengur í þessari vegferð. Og það má ekki gera lítið úr þessu. Ég fylgist nú ágætlega vel með því sem gerist í Noregi, að ég nú meðlans hálf norskur. Og ég tók eftir því að norski utanríkisráðherrann flutti góða ræðu og merka ræðu í Stórþinginu 12. maí. Þar venjan svo að utanríkisráðherrann gefur þinginu skýrslu á 6 mánaða fresti svona helstu mál innan EES og EES-ESB samhenginu. Og þar vekur hann með sérstakann kafla þá ákvörðun Íslendinga að ætla að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, og bendir á að ef að niðurstaðan verður já, að þá þurfum við auðvitað Norðmenn að taka mið af því, og hann segir við gerum ráð fyrir því í okkar undirbúningi að Ísland gæti verið orðið aðili 2030. Og hann segir líka, sem ég finnst eiginlega enn merkilegra, að þó að ekki sé hægt að reikna beinlegnis með því að Íslendingar muni ekki sinna skildum sínum innan EES, eða Evrópusambandið á móti mun ekki, gefa EES athygli, að þá verður nú að reikna með því að allir leggi krafta sína fyrst og næst í þessar viðræður, og að EES-samningurinn þar með mæti einhverjum afgangi, og Norðmenn þurfi þar alveg að hugsa það. Og ef við gefum okkur að þetta færi svona eins og þér finnst líklegt að við segjum já, og að þá munið enda með engu samkomulagi, það gangi ekki upp að semjum erfiða kafla eða stjórnarskrána og svo framvegis, að þú tala þá að þá geti þetta verið allt mjög breytt. Hvernig geti það litið út svona versta mögulega niðurstaða? Já, versta mögulega niðurstaðan er svo sem ég nefnið þarna að Norðmenn hreinlega klári sín mál gagnvart Evrópusambandinu. Það tekur auðvitað einhver ára, hugsanlega gangið bara í sambandið, og Liechtenstein gæti hugsanlega bara í skjóli sinna nánu tengsla við Sviss og Austurríki, bara aðalega Sviss, fengið sínum óskum fullnægt, og þá stæðu við eftir út á berangri. Og værum hugsanlega bara í versta tilfelli eins og hver önnur svona þriðja þjóð, þar að segja utan við allt kerfið. Og þá myndum við þurfa að leita sérstakra samninga upp á einn spýtur. Og þá höfum við nú kannski ekki sérstaklega sterka stöðu. Já, það virðast nú flesti vera sammála að þessi EES-samningur sé afskaplega hagstæður fyrir okkur og gott fyrirkomulag, og EFTA-stoðin, þetta sé, það er raun og ótrúlegt hvað EFTA sjálfstætt og að þetta hafi fengist í gegn á sínum tíma. Karl Bautenbacher talaði það, hann átti ekki vona því að EFTA-dómstóllinn fengi að vera svona rosalega sjálfstæður, og þannig að þetta fyrirkomulag sé hreinlega bara nánast of gott til að vera satt, og maður velti fyrir sér einmitt ef að Ísland fer í þennan leiðangur, hvort það sé ekki þá bara molna verulega undan þessu góða fyrirkomulagi. Já, ég gerir ráð fyrir því að það sé alveg rétti á honum að það sé hætta á slíku. Og þetta auðvitað einstakt fyrirkomulag,
og ég held að þetta sé ekkit, þú veist, Evrópusambandinu finnst þetta eins og ég sagði á en ekki vera neina óska staða fyrir sig. Þeir vilja þetta hafa bara alla inn í sama kerfinu. Ríkisstjórnin segir að það felist engin aðlögun í þessu ferli ef við segjum já í ágúst og fram að því að þangað til við myndum greiða atkvæði að þetta samning, að þá verði engin aðlögun stjórnkerfisins eða stofnana eða neitt að Evrópusambandinu. Heldur að það sé rétt sem að ríkisstjórnin segir þar? Já, ég leyfi mér nú að efast það, en við skulum gá að því að ef að svarið er já í þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þá þarf að senda inn plagg. Það þýðir ekki að senda inn plagg þar sem segir við ætlum bara að fá að skoða í dótakassan hjá ykkur eða við ætlum bara að banka dyrnar og sjá svona hvað þið geti boðið okkur. Maður þarf að senda skjal eins og gert var 2009 undir þetta þáverandi forsætisráðherra þar sem að farið fram á aðild og á grundvelli tiltekinna greinar í Rómarsáttmálunum. Það er sótt um aðild. Það er sótt um aðild. Og síðan fer það eftir því hvernig Evrópusambandið bregst við því, hvort að það tekur lengra að skemmri tíma og hvort það er hægt að gera það í einhverjum öðrum farvegi heldur en gert var síðast. Það kláraðist 11 kaplar held ég að 36 síðast, þessir 11 eru meira og minna það sem að Evrópska efnaðarsvæðið dekkar. En ég vil segja það að við erum Íslendingar, hvað sem líður svona daglegum deilum hlutina í stjórnmálunum eða svona einstökum vandamála sem uppi eru, til dæmis í efnaðarsmálum. En svo nú er verið að tala um verðbólgan muni leiða til þess að það sé að segja upp kjarasamningum og svo framvegis. Það er alltaf einhver slík mál í gangi hérna. En burt sér frá því, þá er staða okkar Íslendinga mjög góð, alveg sama við hvað miðað er. Við erum í mjög góða stöðu og maður þarf að spyrja sig þeirra spurningar ef að staða okkar núna, við köllum hana A, ef við ætlum að fara yfir í eitthvað annað sem er B innan Evrópusambandsins, þá þarf það að skila einhverju verulegum ávinningi. Í grunninn þá er þetta það sem á fínu máli er kallað kostnaðarnýtja greining, þar að segja hver er kostnaðurinn, hver er ávinningurinn. Sumt af þess er hægt að meta í krónum og eurum, annað er huglagt. Sumir segja bara, já, ég vil gangi í Evrópusambandið af því að mér finnst að við heim í þessum félagskap innan vestrænar evrópskar lýðræðisstöðir og allt það. Það er allt gott og blessað og það verður ekkert frá okkur tekið að við erum auðvitað hluti af þeim félagskap, bæði í gegnum EES-samningin og gegnum NATO. Og hérna, en það er svo sem alveg gott og gilt sjónarmið. En það mann að spyrja sig hverjar eru fórnirnar? Hverjar eru fórnirnar nákvæmlega og við ráðum okkar fiskveiðistefnu sjávarútvegi algjörlega sjálf í dag. Þurfum að vísa semjum deilistofnana við aðra þjóðir og höfum þar hins vegar geta þegar okkur hefur ekki tekist að ná samkomulega þá hefur tekið okkur bara einhliða kvóta í vissum fisktegundum. Við erum að tala um síld og makríl og kolmunna og loðnu. Við höfum yfirráð yfir okkar svæðum. Já, og við höfum þá algjörlega og höfum getað, það hefur nú kallað á heilmikinn ágreininga til dæmis makríllinn þegar hann byrjaði að gangi inn í íslenska lögsögu, þá töldi Evrópusambandið að þeir ættu samt sem áður að eiga þar miklu stærri hluta máli heldur en við töldum. En sem sagt, við stjórnum þessu öllu sjálf í dag, þar að segja megninu af þessu sjávarútvegsmálum nema þessum deilistofnum. Þar sem við hefum þó þetta svigrúm. Akkur skildum við vilja ganga í eitthvað bandalag eða samband til að semja það hvaða undanþágu við fáum. Hvað við megum halda miklu að þessu eftir. Já, hvað við megum halda miklu að þessu eftir. Mér finnst það ekki skynsamlegt. Það þarf þó að vera eitthvað stórkostlegt í boði á móti, sem kemur á móti. En hvað myndir þú segja í þínum huga, þegar kemur að þessum stóru atriðum sem eru ekki inn í EES-samkomulaginu, það er að segja sjávarútvegur, landbúnaður, gjaldmiðl og auðlindamál. Hvað telurðu að sé líklegt að við getum náð einhverjum hagstæðum samningum í þessum stóru málum? Þetta er svo sem veit enginn, en ég tel mjög ólíklegt að við fáum einhverja varanlegar undan það voru. Þau hafa nú talað þannig í ríkisstjórninni eins og þau veit eitthvað meira við þetta og kannski gera þau það, en þetta kemur þá í ljós, en ég heyrði utanríkisráðherrann tala um það að hún ætlaði að vildi byrja á erfiðustu köflunum, þar að segja sjávarútvegi og landbúnaði. Það er nú jákvætt. Já, fínt að gera það og síðan sagði hún líka, núna alveg nýlega, að það er ófrávíkjanleg krafa hennar að við hefðum full yfirráð yfir sjávarútveginum,
fiskveiðistjórnuninni og öllu því. Hvort svo sem mennur sáttu við hana, þá það bara á það að vera íslensk spurning. Sko. Og það, ef hún vill byrja á þeim kafla og leggja þá kröfuborðið, já þá voru þetta nú sannlega fljótlega búið. Með að ef að þeir geta ekki samþykkt slíka kröfu, þá það kannski ágætt að fá það bara upp á borðið strax og þá þessu bara lokið. Já, frekar en að ílengjast í margra ára samningaferli sem að enda síðan með engu. Sko, það hefur ekki kannski komið nægilega fram að hvernig samningarnir árið 2012 enduðu, það sildi bara í strand og það var aldrei opnaður einu sinni, held ég, sjávarútvegskablinn eða landbúnaðarkablinn. Akkurju, mér fannst það ekki vera nægilega skýrt. En þar var þó allavega meira hlut á Alþingi fyrir að fara í þessa viðræður. En því var hafnað þá hins vegar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég hef ekkert á móti því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst þess að tímasetningin og allt ýmislegt í kringum það svona undarlegt og meðan þessi sagt var í kosningabarátunni og þess að þetta var ekki til umræðunni beint. Þannig nógu það, við erum það sem við erum með þetta mál og mér finnst sko að það séu litla líkur, við kemum aftur að þinni spurningu á það verði einhverjar sérlausnir sem geta verið varanlegar og jafnvel þó að menn telji það að þá geti komið eftir 15 ár kannski allt annað fólk og svo framvegis og sagt, já, við getum ekki haft þetta svona lengur. Hvað stöndum við þá? Svoleiðis að hérna ég sem sagt ég ætla að segja nei í þessari kosningu af mörgum ástæðum. Ég er nú búin að benda á þessa áhættu út af EES og þetta sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál, þetta auðvitað hluti af þessari fullveldi spurningu. Hvar liggur valdið í þessum efnum? Erum við tilbúin að skila einhverja því til Evrópusambandsins og hvað fáum við þá í staðinn? Og ég tel að það sé ekki verið sýnt fram á að það sé fullnægjandi sem kemur í staðinn. Það er sagt að við erum búin að taka upp 75% eða 80% af öllu þannig í EES og hvað er þá því þessum 20% eða hvað er 25% sem er svona mikilvægt fyrir okkur að við myndum fórna þessu. Sko. Þetta er yfirráði yfir sjávarauðlundinni, fiskveiðistefnunni og öllu því og okkar hagsmunum í landbúnaði, þetta er tilvistarspurning, existential spurning. Þetta er ekki bara hagsmunir sko. Og ég held að engin þjóð væri tilbúin að deila forræði sínu yfir svona auðlind sem er jafn mikilvæg eða atvinnugrein sem er jafn mikilvæg fyrir landið eins og sjávarútvegur er fyrir Íslendinga. Ég veit ekki nokkra þjóð sem myndi vilja gera það og því skildum við gera það, við þurfum þess ekki. Það er engin knýjandi nauðsyn. Sko það er fólk sem er ekkit hlindiðandilega gangi í Evrópusambandið, en það ætla samt að segja já núna 29. ágúst til þess að sjá hvað er í boði. Svona í stuttu máli, hvað myndir þú segja við slíkan einstakling að þú hittir hann bara í heita pottinum og þið væri að ræða þetta? Já, ég myndi segja að það væri verið að blekkja hann á vissan hátt. Þetta er auðvitað að formi til aðildar viðræður og þó svo að ég get ekki fullyrt það hvernig það er munum síðan að þróast. En þetta mun kosta heilmikið, þetta mun taka heilmikinn tíma og það er ekkert garantí fyrir því að viðkomandi fái neitt sem að væri jákvætt fyrir hann upp úr hattinum sko. Ég myndi ekki vilja taka þá áhættu sem ég nefndi hérna í upphafi til þess að fá að sjá einhvern tímann hvað út úr þessu kemur. Ég held við vitum það í aðalatriðum hvað það er. Við erum búin að fara yfir það hérna og ég held að sé að þetta fullir það líkundur á því að það séu varanlegar undanþágur í boði í því sem skiptir okkur máli séu afar litlar, sára litlar ef nokkarar. Ég vil ekki fullir það að 100% sko, en þetta er það sem að við manni blasir. Jásinnar segja vaxtamunurinn milli Íslands og Evrusvæðisins séu raun og veru reikningurinn sem að heimilin greiði fyrir krónuna. Er það rétt eða röng fullering? Já, hún er röng eins og staðan er núna, held ég, sko, en spurningin er, munið eitthvað breytast ef við tækjum upp evruna og það gerist ekki daginn eftir að við göngum með Evrópusambandi, það tekur einhver ár að koma sér inn í það system og þá er heldur ekkit víst að vextirnir lækki, vegna þess að þeir, eins og ég sagði áðan, þeir eru ekki til sömu aðstæður í Evrópu, þeir eru breytilegir eftir aðstæðum á hverju stað. Og þetta er auðvitað svona einfalt og gott svona áráðus tæki að segja þetta bara. En reikningur sem við komumst undan ef við evru. Þetta er svona reikningur sem að þeir eru að tala um sem er ekki hægt að reikna út.
þú veist, hvernig munið þrómast. Síðan er alveg ljóst er það ekki að ef að við fáum eitthvað lægri vexti þá mun það alltaf leiða til dæmis, við sáum það náttúrulega bara hérna í COVID-vextinni fóru mjög lágt niður og fasteignaverð rauk upp og það er eðlilega þegar það er meiri kaupgeta hjá fólki þá ríkur fasteignaverð. Já, það á nú við um fleiri en fasteignir sko. Það er svona þannig að þetta er einhver lína alltaf lögmál sem fer í gang og það þarf auðvitað þá að gera sig grein fyrir því og Íslendingar hafa náttúrulega verið sko almennt yngri þeir eru að festa sér húsnæði í fyrsta sinn heldur gerist í Evrópu, það er miklu algengara að fólk búi í leiguhúsnæði í gegnum allskyns leigufélög og fleira fram með þeir aldri og sumir kjósa bara að hafa þann lífstíl og nota peningan sín í annað, mér finnst út af fyrir sig ekki að því ef kýs að gera það svoleiðis. Íslendingar vilja frekar séreigna. Já og minn gamli flokkur hefur alltaf sko reynt að styðja við séreignastefnuna og að því að ef þú átt eitthvað einhverja eign það gefur þér vist frelsi og öryggi og hérna og þess vegna er þetta svo mikilvægt og þess vegna er þetta ákveðin hætta sem þú ert að benda á ef að vextinni lækka mjög mikið þá hækkar húsnæðisverðið á móti þetta er líka eitt af því sem við getum ekki fullyrt En getur þú hort í augun á ungu fólki sem greiðir gríðarlega háa húsnæðisvexti og sagt þeim að sjálfstæð peningastefna sé þess virði? Já, ég tel mig geta það. Ég ræði þetta stundum við börnin mín sem öll eru með hérna sko húsnæðisskuldir eins og flestir Íslendingar og þetta er alltaf spurningum sko hver er hinn valkosturinn og við erum búin að vera að ræða hann hérna og það er engin fótfesta í því, það er engin vissa það að það sé neitt betra og ég vil alls ekki sko gangin í Evrópusambandi ef það er að fórna yfirráðunum yfir sjávarauðlindinni og veist, það er ekki sama hvað hlutirnir kosta sko.